Bitte. Já, velkomin í þessa útsendingu KFT sem að framfyrir leikur KA og Afturelding í mismunandeild kvenna. Skulum bara byrja að henda hérna kvennaliðinu upp á skjáinn. Og það númer 1 Halldóra, 2 María, 3 Helena, 4 Pála, 6 Gía, 7 Birna, 9 Ásta, 10 Hulda, 12 Elga Guðrún, 13 Arnrún, 15 Jóna Margrét, 17 Sóley og 14 Ninna. Eyrún númer 5 og Lús númer 16. Þjálfari Miguel Mateo. Og þá það gestalið. Og þar það númer 2 Steinun, 3 Velina, 5 Caritas, afsakið, 6 Karen, 7 Valdís, 10 Marinova, 11 Birta, 12 Þórey, 13 María, 14 Hilma, 15 Regína, 16 Ingibjörg, 4 Kristína, 77 Dagrún, 8 Kristín, 12 Sigdís og þjálfari Piotr. Þá sýnst mér bara allt vera klárt. Dómari í þessum leik Marino og ánum til aðstofari Gunnar Garðarsson. Það gestir sem byrja á boltan. Það hún Caritas sem byrjar í uppgjöf. Já. KA skilur þessum yfir.
Það var það Lús. Spilar inn, hún er komin í uppgjöf fyrir Káa. Þetta fín uppgjöf, góð móttaka líka. Já, þetta var tvíslag. Góður bolti. Já, þessu var lauma hann yfir. Það var Elina í uppgjöf. Fín móttaka hjá Arnrúnu þarna. Fínt miðspil en nær ekki að lemja hann yfir. Já, þessi er úti. Það var Helena í uppgjöf. Góð móttaka þarna. Já, Karen er blokkuð. Já, þessi var úti. Hann munaði ekki miklu. Já, þetta er vel slegið og þessi er úti. Það er svo mikil kraftur í þessu ástöðu. Já, þessi var inni. Tæft var það. Já, flott afturlínu smæst þarna. Þarf ekki að vera fast. Já. Þarna var Pála, landar í gólfið þarna. Þessi átti að vera nasty. Hann borgaði sig ekki, hann fór í netið og ekki yfir. Já, þær skiptast bara á að klúra uppgjöf. Þetta var Karen.
Já, flott uppgjöf þarna. KA skila þessi yfir. Gíja áfram í uppgjöf. Fín móttaka þarna. Þessi fer í hárna. Það líklegast net. Erfið uppgjöf þarna. KA að koma sér yfir. Glæsilegt smass þarna og fylgir svo eftir með Hávörn. Það Lús komin í uppgjöf fyrir KA. Þessi úti. Vélina uppgjöf. Þessi einnig úti. Hann kom með helinu. Smá misskilningur þarna hjá Aftureldingu. Góður bolti, fín móttaka. Þetta er vel gert hjá Aftureldingu. Blokka þarna. Það Valdís. Hún er víst númer 1, ekki númer 7. Þessi töluvert yfir. Það var Ásta. Góður bolti. Þarna vantar smá samskipti á KA. Þetta er vel gert hjá Aftureldingu. Staðan 14-10. Þetta er fín móttaka hann í Arnóru. Vel slegið. Pálu. Gerir KA breytingu liði. Það fer Lús og Halldóra kemur inn á. Fín uppgjöf og móttakan ekki góð. Og það Afturelding sem tekur leikhlé.
Svo erum við með svona okkar tölfræði hérna. KA er búið að skora 6 stig úr smössum á móti 2 hjá Aftureldingu. Það eru 1 ás á hvort lið. KA hefur blokkað 2 Aftureldingu einu sinni. Mistök mótherja, þeir eru nú bara svipuð, 6 á móti 7. Þá er þetta byrjað aftur. Ála í uppgjöf. Velina tekur vel á móti þessu. Og Karen blokkuð. Gía gerir það mjög vel. Já. Þessi fór í gegnum puttana. Já, hann gerir KA skiptingu. Maho kemur inn á fyrir Pálu. Og KA með uppspilar aftur inn á. Og Afturelding gerir einnig breytingu. Það er Daniela sem kemur inn á. Flottur bolti á Karin þarna. KA er að gera ógnar og góða sókn með þessu og skorar. Og móttakandi á Huldu. Þetta verður að vera ágætis rally. Helena stoppar það. Góð uppgjöf þarna. Elma í uppgjöf áfram bara. Afturelding tekur annað leikhlé. Hvað? Já. Gústi að skipta kameru. Já, bara allir að vera óskup rólegir. Myndi kemur inn innan skams. Þarna er Filip að fikta eitthvað í klukkunni. Þá er það Elma, hún er í uppgjöf. Já, glæsileg uppgjöf henni.
Það vel gert á Káa þarna. Vel vakandi. Já, það er Súti. Heldur fastur. Aftur eftir skiptingu. Regína kemur inn á. Og Birta fer út. Já, fín blokk þarna. Já, þessi inni. Það er glæðilega mist af því líka. Andra er komin inn á fyrir Káa. Þetta var hörku góð uppgjöf. Káa nær að redda þessu og skila boltanum yfir. Já, Elína slær hérna í blokkina og Arnrún nær ekki að rekna boltan hérna. Staðan 23-13. Regína er áfram í uppgjöf fyrir Aftureldingu. Þetta er glæsilegt miðjuspil. Já, Káa blokkar. Afturelding kann bara skila boltanum yfir. Ára Dóra. Karen nær ekki að skila þessum yfir. Vel gert hjá Káa. Það er Gíja í uppgjöf. Það er einhver vandræði á rittaraborðinu. Frábær uppgjöf. Elína slær hennar inn í blokkina. 24-14. Og Afturelding gerir breytingu á liði sínu. Daniela kemur út af og Caritas kemur aftur inn. Já, við erum vist með einu stig og lítið hérna uppi á okkur. Staðan er 24-15. Það er vist svona. Og þá klárast þessi hrina.
Skulum við fara kannski yfir tölvuna, hún nú ekkert heilög hjá okkur. Það eru Smöss fyrir KA 8 stig hafa komið úr Smössum á móti 6 hjá Aftureldingu, 4 Ásar móti 1. Blokkir eru 4 blokkir á móti 1. Mistökin eru svipuð, 8 á móti 9 á móti 8 segi ég. KA á hérna lengstu stigar, hérna eru 5 stig. Mesta forysta var 12 stig.
Já, þarna var verið að bíða eftir skráningunni í dataforlagi. Það er allt í reiðu og lús á fyrstu uppgjöf fyrir KA. Glæsileg smassa þarna hjá Vilinu. Glæsileg blokk, Helga Guðrún nær þessu. Bara Hilma. Fínt uppspil á Vilinu þarna. Frábær smassa þarna hjá henni Helenu. Það er náinn að redda þessu og skila boltanum bara yfir. Skemmtilegt spil þarna. Og þessu úti. Þetta er ekki nógu gott. Lilla er alveg búið. Já, meinar. Það er ástæð uppgjöf. Í móttaka. Já. Glæsileg smassa þarna. Já, mistök hjá KA þarna. Það var að Valdís í móttöku, nei, uppgjöf. Já, glæsileg móttaka þarna. Og það er bara beint á dauðapunkti, þannig að enginn þarna. Glæsileg lauma. Já, þetta er vel slegið þarna. Steinunn var flott smass þarna. Já, þarna virkaði Einar ekki. Steinunn í uppgjöf þá. Fínn bolti. Helena ræður ekki við þetta.
Já, þessi inni. Vel slegið hérna á Karen. Það Matteo sem tekur leikið fyrir KA. Þá erum við smá tölfræði í annarri hrinnu. Það eru KA með 3 smöss, Afturelding 4. Aftureldingin sem er 2 ása á móti engum hjá KA. Lús var þarna með eina laumu fyrir KA. Þetta er ekki rétt hérna, mesta forusta. Þá er leikurinn aftur. Það er Steinunn, hún er ennþá í uppgjöf. Góð móttaka hérna á Pálu og vel slegið. Já, Karen tók hérna bara vinstri. Þarna munar nú ekki miklu. Já, frábær móttaka þarna. Afturelding reddar þessu. Karen slær og beint á línuna. Það er nú eitthvað að kvarta þarna á hliðinni, ég veit ekki hvað það er, en það var bara Steinunn. Hún er bara ennþá í uppgjöf. Við þurfum að fara að stoppa þetta. KA stúlkur. Já, frábær móttaka. Já, Karen vel vakandi þarna fyrir laumu frá Lús. Glæsileg móttaka í Hilmu þarna. Já. Glæsilega rifið upp á gólfinu hann hjá Hilmu. En Steinunn setur hann í netið. Það var Elma góðin í uppgjöf fyrir KA. Já, flott miðspil. Gíja lætur ekki bjóða sér svona bolta tvisvar. Það er laus uppgjöf. Já, þetta var frusur lauma hana. Það er Afturelding sem tekur þá leikhlé. Skulum skella hérna tölfræðin eftir upp. Eins og áður þá er
engin ábyrgð á þessari tölfræði. Setjum hér feðgar, setjum hana inn. Kannski ekki jafn vanir og Ágúst og Stebbi. En þetta svona segir okkur eitthvað. Og þetta nú tölfræðin fyrir Hrinu 2, svo er hægt að skoða leikinn í heild. Þetta mjög skemmtilegt system. Sjá að mistökin eru jafn mörg í leiknum í heildina. Glæsileg uppgjöf þarna hjá Elmu. Karin, Hulda, Elma segi ég ætlaði að segja, ætlaði að leggja Karin að segja einhelti. Þessi var aðeins og laus. Það færa stundum í bakkema þarf að vera annars í. Þá er spurning hvað Karin gerir. Hún er komin í uppgjöf fyrir afturhendingu. Þessi var úti. Það var ekki mikið sem að munaði. Það var að Gía. Glæsileg uppgjöf. Vel gert hjá Káa hana. Já, þessi er vel inni. Þá er Káa komið í forust aftur. Í fyrsta skipti þessari Hrinu held ég. Smá vandræðagangur afturhaldi hvað það. Það er skils yfir. Hún steig á línuna. Boltinn fór reyndar ekki yfir heldur þannig að. Glæsilegt spil hjá Káa. Lús með góða uppgjöf. Erfiður bolti. Bobby, ég sá þetta lús. Geggjuð móttaka þarna hjá Arnþrúði. Og aftur. Þetta verður gott rally.
Mikilvægt stig sem er í boði núna. Já, Helena klárar þetta með blokk. Mikilvægt stig þarna. Helena slær þarna vel í blokkina og út. Fín uppgjöf af Karitas og þessi var heldur lágur fyrir Ástu, en hann bara ekki farið upp fyrir strenginn. Fínt stig þarna hjá KA. Þessi var úti, en hvað ætlar að gera? Já, það ná að skila þessum yfir. Já, fínt miðjuspil þarna, setja hann í blokkina og KA skila þessi yfir. Helena slær þarna bara í beint í gólfið. Þá er staðan 17-16. Vel slegið þetta á Pálu. Það var að Jóna Margrét sem ætlar að koma inn á fyrir Ástu. Beint í uppgjöf. Já, nú setur hann í netið. Bara skipta þetta tilbaka. Það var svona Vardí skipting ef hann alltaf tók víti. Ára Valdís. Þannig að sló hann í blokkina og út. Glæsilega slegið þetta. Já, Aftureldingar tekur þetta leikhlé.
Pála Jökjö fyrir Káa, staðan 20-17. Já, þetta var vel gert. Og Karen, hvað ætlar að gera? Hún skilar þessi yfir. Þarna Ásta. Karen tekur þetta Superman. Þetta hefur verið goggur á Karen. Já, já, vel gert. Þetta var enginn. Þá setjum bara þangað. Já, já, þessu úti. Þá er það Steinunn. Tók held ég 6 uppgjafir í röð áðan. Já, eða 5. Svo mistingur þannig á Káa. Góð vörn hjá Káa núna. Þá er Karen aftur í hávörðuna. Pála þessum. Glæsileg blokk á afturheldingu. Sýnst að vera Birta sem tók þessa. Þá er það Steinunn aftur. Þetta er erfið boltafráning greinilega. Hún ætla bara að halda sig þarna í uppgjöfinni áfram. Jájá, hún náður þessu upp. Og það er lauma. Og það er vel gert. Elma skorar þarna. Það er Elma í uppgjöf. 23-20. Það er Daniela nær honum. Steinunn skilur þessi yfir. Hörkusmass þarna. Það er skipting. Dóra kemur inn í uppgjöf. Spurning hvort það gangi betur heldur en áðan þegar það var skipting beint í uppgjöf. Glæsileg uppgjöf. Jájá, Karen smassar þetta. Og það er skiptað tilbaka.
Það var að Karin fyrir Aftureldingu. Já, Andra þetta með fýtsmass. Glæsilega gert. Þriðja hérna byrjuð. Fínt smass þarna hjá Elínu. Káa nær að skipa boltanum yfir. Fínn Einar þarna í blokkina út. Og það er Karin í uppgjöf. Fín móttaka hjá Pálu þarna. Glæsilegt smass. Sjáum það, Jóna Margrét er komin inn á sem miðspilari.
Jón að finna Helenu vel hérna. Steinun slær hennan út. Já, það ser út svolítið mikið. Gott smass. Mín móttaka hana. Já, misskilningur á Káa. Já, það vantar eitthvað að Káa núna að tala saman. Kannski þetta sé bara nóg að reyma skorna. En það er Birta ennþá í uppgjöf. Fín móttaka Elmu hana og Helena. Glæsilegt smass hjá henni. Góð uppgjöf. Karen nær þessum ekki. Þetta er vist svona. Það gera vel hann afturhending. Það er Caritas komin í uppgjöf. Frábær uppgjöf. Þetta er nú tvíslað í mínum bókum held ég. Já, fínt smass á það hjá Pálu. Ásta komin í uppgjöf fyrir Káa. Fín uppgjöf.
Fínt smassandi af Karen. Það er staðan 10-6. Vélina er uppgjöf. Káa nær ekki að skila þessum yfir og bara er vélina áfram í uppgjöf. Þegar tökur leikli. Fín uppgjöf hérna. Pála nær ekki. Góðri móttöku. Og hún heldur nú bara áfram í uppgjöf. Setur hann aftur á Pálu. Geggja smassandi af Elmu. Jóna. Frábært við spil. Staðan er víst 8-12. Fín móttaka þarna. Vel gert. Gíja með þetta alveg á hreinu. Já, þeir voru nú bara eitthvað ruglaðar niður á töflunni. Staðan er 8-12. Og það er sem að geta það var annar leikur í dag, Þróttur Nes Völsungur, sem Völsungur gerði sér lítið fyrir og vann 3-0. Fín móttaka þarna. Gíja heldur bara áfram. Já, afturinn gerir vel. Karen smassar þennan. Það er Valdís í uppgjöf. Það var hún ekki viss hvort þessu inni úti. En hann var held ég hefði verið inni og ekki góð móttaka.
Hún ætla bara að halda áfram og gíja. Það er Elma í uppgjöf fyrir Káa. Þeir ætla nú ekkert að vera að dæma mikið tvísla í þessu leik. Fín móttaka til Arnóru. Já, Helena bara setur hennan í blokkina. Jæja. Matteo, hann er alveg brjálaður og ég skil það vel. Ég held að þetta sé 4. eða 5. tvíslaði sem ég er búinn að sjá. Kemur þarna Jónu, hún ætlaði að lauma honum sjálf bara. Pappinu var ekki nógu fljótur og hann er á kamerunni, hann var ekki nógu fljótur að fara hann í burtu. Góður bolti á Karen. Já. Það er ekki hægt að taka með tvísla á þetta. Ég hef það ekki gert hinum megin. Góður bolti á Jónu. Steinur þarna, hitt hann ekki alveg nógu vel. Það er vel gert eitthvað síður. Þetta skilaðist í staðan 18-12. Afturhalding gerir breytingu á liði sínu. Út fer Birta og inn á kemur Regina. Það ætla að gera svipa Káa, Jóna fer út af og Makko kemur inn á. Jæja, frábær uppgjöf þarna. Þetta var vel gert hjá Aftureldingu. Það virðist bara hægt að klára þessa hreinu létt. Sýnist að vera Matteo sem að tekur leikhlé fyrir Káa. Getum hentir okkar tölfræði. Haldum sem ekkert fjarri lagi. Káa er þetta með 6 möss á móti 11 Aftureldingu. Afturelding með 4 ása á móti 2 hjá Káa. Káa er með 2 laumur þessari sinu og 1 blokk. Og Afturelding er með mestu forystu 7 stig sem er bara núna. Já, heyrist vel í bekknum.
fín móttaka þarna. Já, vel blokkað. Syns það verður Valdís. Þetta eru 3 uppgjafir hjá Reykjanu. Þarna hefði ég nú dæmt tvíslag. Staðan 21-12 fyrir Aftureldingu. Reykjanes setur þennan í netið. Þá Helena komin upp fyrir Káa. Já, fín uppgjöf. Já, Káa tekur mót þessu. Já, þessi úti. Fer í blokkinu út. Ára Afturelding sem tekur leikhlé. Það er nú mikið undir í þessum leik. HK situr á toppinum eins og 33 stig, unnið 13 leiki. Káa með 31. Nei, altså HK búin að spila 13 leiki, Káa 12. Þannig að með sigri núna þá gætur komist upp fyrir HK. Flott afturlýnsmassan hjá Helenu. Glæsileg blokk. Karin heldur lífi í þessu. Þessi langt út. Káa stelpur unnið á touch. Ég held að svo ekki. Þessi úti líka. Glæsilegt smass þarna. Og eftir nær þessum ekki.
Já, góð uppgjöf Ástu þarna. Hún hefur hrikalega góð uppgjöfir. Hún gæti nú bara hreinlega jafna leikinn. Elma slæðir henni í blokkina. Glæsileg blokk. Karin Efronum. Afturrengi verður að skila sig yfir. Frábært smass hjá Elmu. Bolti á Ástu. Glæsileg blokk. Og aftur. Gíja blokkar hennan. Þetta er mikilvægt. Staðan 23-19. Þetta er vel hægt. Glæsileg uppgjöf Ástu. Þessu úti. Gunni vil menna til touch. Matteo er alveg brjálaður. 24-19. Vélina í uppgjöf. Getur klárað þessar hyrnu fyrir afturhendingu. Já. Gott hjá Pálu þarna. Fín uppgjöf. Góð móttaka líka. Þessi er geggjaður. Glæsilegt hjá Aldrunu. Já, fjórir. Þessi fór aldrei yfir. Já, nú þurfum við að nýta sér þetta. Káastúlkur og klára þessar hinu bara. Fara svo bara í pottir og hvíla sig fyrir leikinn á morgun. Já. Karin með góða móttöku. Glæsilegt hjá Arnþrúnu þarna. Já. Afturhending vinnur þessar hinu. Glæsileg blokk. Spurning hvort að tölfræðin sé rétt. Ég er allavega með hana svona. Afturhending með 12 smöss á móti 9. Það eru 4 ásar á bæði lið. Káa með 2 laumur. 2 stig skorðum blokk. Afturhending fær 7 stig úr mistök hjá mótherja. Káa 4. Og mesta fúrusta afturhendingar var 9 stig. Þá er það bara 4 hina.
bara alltaf verið til reiðu fyrir 4. hreinu. Maður nú að fara eitthvað yfir þetta með fyrirliðum beggja liða. Góður hana. Þá erum við aftur komið með sérlegan aðstoðarmann. Við sjáum tölfræðina. Já, þessi er úti. Og það er lús sem að pitja í uppgjöf og hún heldur það áfram. Já, þetta er nú ekki rétt. Húsi segir 2-0. Já, sýnist allt vera klárt. Já, þetta var eitthvað nýtt. Skemmtilegt. Frábær uppgjöf. Glæsileg blokk. Já, Arnur alveg með þennan. Fínt uppspilaði á Elmu. Já, þarna fór einhver upp fyrir strenginn í afturlínu held ég. Sýndist hann að vera að dæma það. Góð móttaka. Glæsileg blokk. Já, það er blokkana bara aftur. Það er nánu að redda þessu. Glæsilegt. Mikilvægt stig. Góð móttaka þarna. Skila þessu bara yfir. Sjá svolítið nálægt netinu en geggja smass. Það er bara lús áfram í uppgjöf. Hún fær ekki að taka hana fyrir en leiklir afstæðin. Afturhending tekur leikli. Það var allt tilbúið. Góð uppgjöf. Það náðu þessum ekki. Glæsileg uppgjöf afturkjör. Það er að taka mótið þessu að hann fyrir bara í netið. Náðum ekki úr því.
Ekki þetta. Frábær uppgjöf. Já. Pála slær henni í blokkina. KA byrjar hérna algjör og krafti. Bara eins og enduðu síðustur hinnu. Það eru bara þrjusu uppgjör hérna. Aftur og aftur. Já, það gengur allt upp hjá KA. Elma þarna með frábært afturlinsmass. Afturlinn gerir beitingu liðið sínu. Daniela kemur inn á. Karitas út. Já, þetta heldur bara áfram. Bara uppgjafur á heimsmælikvarða. Þessi úti. Já. 9 uppgjafir. Birta fyrir afturhendingu. Þessi úti. Það Helena. Góður bolti á henni. Flott smass þarna í vilnu. Það nær ekki bjarga þessu. Og yfir. Og aðeins og senur aftur á þessu. Fín móttaka af Arnþrúði þarna. Þessi var ekki alveg nógu hár fyrir Ástu. Daniel ennþá í uppgjöf. Nei, þessi fyrir ekki yfir.
Káa tekur leikhlé. Hér tölfræðin fyrir fjórður hinu. Það semst 11-6. Káa búinn að skora úr 4 smössum mótið 1. Lús tók þarna 4 ása. Afturhaldingu 1. Og Káa fengið 3 stig úr mistökum hjá Afturhaldingu og Afturhalding 4 stig frá Káa. Það bara Daniel áfram í uppgjöf. Það fín móttaka. Já, þessi inni. Þá var það konar á stað aftur Káastokkur. Það er Ásta í uppgjöf. Jæja, fín uppgjöf. Gíja þarna með uppspilið. Þetta virkaði. Það er góður bolti í Ástu. Kari með fínu móttöku. Og Gíja með geggja blokk. Afturhalding skila þessum bolta bara rólegir. Flott smass hjá Elmu. Frábær blokk. Ég misti nú þessu, hver var að taka leikhlé. Arnar mennaði sig Afturhalding. Líklega rétt hjá hann, hann veit allt. Ástæðan þau uppgjöf núna. Fín uppgjöf á henni. Þetta var 50 ásynning á Káa. Það var skipting að Karen, hún fer út. Og inn kemur Þórey. Ásta heldur bara fram. Jæja, flott smass þarna. Steinun alveg með þetta og leið mér í blokkina. Það er að vélina. Jæja, fín móttaka á Káa. Já, þessi er inni að mínu mati.
Þorvaldur, hann var ekki alveg viss. Já, ég hef séð menn veifa aðeins hraðar. Já, þessi kom búinn næstu upp í fréttamannastúku. Já, vel gert. Lús að það með frábæra laumu. Góð uppgjöf. Já. Ég gerir vel hana. Laumar í miðuna. Þessi er úti. Vel slegið. Tuttugu og níu. Fínt afturlinsmass þarna. Já, þessi er öngum megin við andstæðuna. Ætlaði nú ekkert að dæma þetta fyrst, þannig Marino. Hára Steinun. Það er bara spurning hvað ætlar hún að taka margar rautt gefur núna. Já, fín uppgjöf. Þarna virkaði Einar. Það verður ekki í að komin í uppgjöf fyrir Káa. Með fína uppgjöf. Já, afturregnar að berga þessu og setur boltan yfir. Lús, miðspil í blokkina. Og það ná ekki að berga þessu afturrelding. 22-10. Það er tvöföld skipting. Halldóra kemur inn fyrir Lús og Jóna kemur inn fyrir Pálu. Fín uppgjöf.
Þetta var touch. Já. Þórir setur þennan inn til. Átti hörku smassa á hann. Dóra hérna með einhverja sýningu fyrir okkur. Þessi var fastur og langur. Hún var bara að standa aftar. Hún er með hörku uppgeðir. Það var hvað, 23-12 fyrir KA. Og Birta fyrir út af og Regín inn á. Fínar uppgjafir á hann. Mjög góðar. Já, hún heldur því bara áfram. Glæsileg uppgjöf. Já, þetta kallast ás. Já. Og það er annar ás. Það er ekki alveg með þetta. Nú þarf bara að vera grimmar í boltan, KA-stúlkur. Já, fín móttaka. Það er Steini með hörkusmass en Dóra náði þessum upp. Það er velin að klára þetta vel. Hörkusmass. Þetta er bara eins og þetta var áðan nema núna leiðir KA. Það er spurning hvort að afturhaldið gæti ekki að saxa bara á þetta eins og KA gerði áðan. Uppgjafinn allavega í lagi. Það er leiðin að laumu en hér sjáum við þeim. Fínt smass. Og tvíslag. Það er nú þeirri tvíslag. Já. Glæsileg uppgjöf. Frábær móttaka. Jæja, og svo klára þetta núna. Já. Vel gert hjá KA-stúlkum. Endurheimta fyrsta sætið aftur. Það sem hann ætlaði að enda. Glæsilegu sigur. Við skulum kannski renna yfir tölfræðina í þessari hinu. Það eru 12 smöss á móti 5 hjá KA. KA skorar 5 ása, afturhelding 3. KA með 2 laumur á móti Engri. KA skorar 2 stig úr blokk. Afturhelding fær 7 stig vegna mistaka hjá KA. 2 af þeim er úr uppgjöf, meðan KA fær 5 stig og 2 úr uppgjöf. Mesta forysta í þessum leik voru 12 stig. Svo getum við skoðað allan leikinn í heild sinni. Þetta á nú að vera nokkuð rétt hjá okkur, feðgum. En þá skora KA 43 stig úr smössum á móti 30 og afturheldingu. Er með 17 ása, afturhelding 12. KA er með 8 laumur. KA skorar 9 stig úr blokk á móti 4 hjá afturheldingu. En afturhelding fær 30 stig frá mistökum frá KA. Og KA fær einungis 19. Það er 11 stiga mun, það er svolítið mikið.
Mesta forystu átti Káa 12 stig í þessari síðustu hrinu. Afturelding átti 9 stig í hrinu á undan. Það var engin gul eða rauð spjöld þótt að Matteo hafi verið hittur á þaðan. Skiljanlega. En við þökkum bara fyrir í dag. Verðum hér aftur á morgun með beina útsendingu. Það ætlar Ágúst að vera með okkur. Má ég ekki vera aftur? Og Aramóni, hann ætlar að vera með okkur. Sjáum tölfræðina. Sérlegur aðstofamaður.